Við ætlum að fara yfir efni skýrslu 2 fyrir próf 3 og þá ætlum við að taka nándaskinjara. Það eru spanskynjarar, reymdaskynjarar og ljósnemar sem við tökum aðalega fyrir þá og bæði AC og DC. Og við byrjum á AC-skynjurum í þessu verkefni 2 hérna og hér tengjum við upp rás sem er í riðspennu og rýmdarskynjari hérna, hann raðtengist við spennugjafann og raðtengist við segulspólu í segulrofa og við mælum spennu bæði yfir skynjaran og yfir álagið sem spólan í segulrofanum. Og þessi skynjarar sem eru AC, þeir þurfa nefnilega straum til þess að skynjunarásinn sé alltaf í gangi, jafnvel straum þegar að hann sendir ekki merki að hann sé virkur. Og hann getur verið virkur hvað sem normally open eða normally closed, það náttúrulega fer svolítið eftir í hvernig það er. En segjum að þetta sé bara normally open skynjari að hann ekki að skynja hlut, þá þarf að vera hérna ákveðin straumur sem kallaður I-mín eða lágmarksstraumur sem fer þarna í gegnum afreiðisbrúna og í gegnum skynjararásina svo hann sé alltaf tilbúinn til að grípa hlut þegar hann kemur á honum inn í segulsviðið. Og þá hérna þetta þarf ekki mikið straumur, skoða hvað þessi straumur mælist hérna. Þetta rétt 2 milliampere, þetta 1,5 milliampere sem sést hérna. Og í hinum skynjar, í rýmdarskynjarum hérna, það eru 4,5 milliampere sem hann dregur í mín. Og í rauninni vantar að, þetta bæði í straumurinn þegar tekur þegar hann virkur, en þessi straumur hérna lági, hann náttúrulega í mín. Þess vegna ekki hægt að merkja þetta, því að þetta hvort tveggja. Ok, þá það að skoða skýrsluna áfram. Þá hérna, þetta hefði verið hægt að tengja líka, þetta bara straumur í gegnum snertu í segulrofanum. Þetta bara auka rás hérna í sjálfu sér, en við mældum þetta og hér erum við með spennu yfir skynjaran þegar að hérna, hann af, skynjarinn af, hann skynjar ekki hlut. Og þá spennufallið yfir spóluna, það hér hefur eitthvað víxlast tölurnar. Hér álag, hér 229 volt yfir álagið. Þá þetta hefur greinilega víxlast hérna mælingin. Við sjáum það því að hérna þetta rétt við, neðri mælingun hérna, það sem rýmdarskynjarinn. Ok, tökum rýmdarskynjaran fyrir bara að hér öll spennan yfir rýmdarskynjaran þegar að hérna, hann dregur lágmarksstrauminn 4,5 milliampere og þá 3,7 volt yfir álagið. Og það náttúrulega bara allt í lagi þó að sé 3,7 volt yfir spóluna því að það ekki nóg til þess að spólan í segulrofanum dragi á móti gormkraftinum. En nógu mikill straumur til þess að skynjunarásin í lagi, tilbúin til þess að skynja hlut. Og þannig að hérna þetta allt saman rétt merkt inn fyrir rýmdarskynjaran. Og síðan þegar hann skynjar hlut, þegar hann hérna á, þá hérna gefur hann samband, það verður spennufallið yfir hann, 9,57 volt og spennufallið verður nánast allt yfir spóluna, 228 volt og þá dregur hann 35,7 milliampere. Þá hann á og spólan fær feiki góða spennu og tekur tæplega 36 milliampere og allt góða lagi. Lítum núna á mælingarnar fyrir spanskynjaran sem hafa víxlast hérna. Sem sagt,
af því að ég veit að þetta var hérna, normally open, það merkt hérna, normally open eða normally closed. Hann normally open, þannig að ég ætla þá að leiðrétta þetta strax, taka þessa spennu hérna og setja hérna yfir. Þannig að hún átti að vera hér. Já, þetta PDF-skjal, svo ég leiðrétti það ekki alveg svo glatt. Ég þarf að fara þá í editorinn hérna fyrir skjalið í öðru forriti. Þannig að það þarf að víxla þessum tölum, annars þetta ekki rétt. Það eina sem er rétt hérna í þessum mælingum að þegar hann af, að þá straumurinn, hann rétt 1,5 milliampere hérna. Það hvíldarstraumurinn eða lágmarksstraumurinn. Og síðan þegar hann skynjar hlut, þegar hann á, þá það 35,8 milliampere. Og þá ætti þessi öll spennan að vera yfir álagið, en mjög lág spenna, það sennilega 4,22 volt yfir skynjarann sjálfan. Ok, þannig að hérna, þessi spenna yfir skynjarann, þið sjáum hérna á mælibúnaðinum nema efninu að hér bæði rás, þar sem að við erum með afriðsbrúna og við erum með týristorinn og inn í þessar rás eitthvað talsvert viðnám, þannig að það myndast smá spennufall yfir skynjarann. En hérna, straumurinn, þegar hann skynjar ekki hlut, nægur til þess að fara í gegnum álagið og fyrir skynjunarrásina að vera virk allan tíman með að skynjarinn af. Og hins vegar þá þessi straumur, sem sagt lágmarksstraumurinn, þegar skynjarinn af, hann of mikill fyrir eins og inntölvubúnað sem með hátt viðnám í innganginum, eins og stýriliðana sem við höfum verið að nota í ýmsum verkefnum, ýmsum áföngum, að þessi skynjari, hann gengur ekki beint inn á inngang á slíkum skynjara. Slíkum inngang sem sagt á slíkum inntölvu eða stýriliða. Vegna þess að inngangsviðnám það hátt að þá myndi þessi í-mín-straumur annarkot virkjan eða að hann þá kannski bara alltaf á eða það gerist ekki neitt. Allavega við þurfum alltaf að vera með millivið sem relay eða sem einhvern rafleiða á leiðinni. Ok. Þannig að við getum ekki notað AC-skynjara beint inn á stýriliða, svona lítinn, sem með hátt inngangsviðnám. Það ekki hægt, við verðum að vera með rafleiða sem millilið. Ok, þá vitið þið það. Næsta mál, það úr AC-skynjurum yfir í DC-skynjarana. Og DC-skynjarnir, þeir tengjast í plús, mínus og merki við inntölvuna og við erum oft með 24 volta spennukerfi, en þeir eru svona frá kannski 9 til 35 volta svið. En þá þetta að skoða hvernig þeir eru tengdir hérna. Við erum með ýmist PNP eða NPN. Ég sjáum hérna að efri myndin hérna sýnir normally open eða normally closed af NPN skynjara. Þannig að transistorinn sem NPN, hann tengist niður í mínus. Álagið tengist upp í plús. Og þannig hérna mælum við þetta í rás. Við finnum hvað spenna, eða mælum spennuna frá merkinu, frá skynjaranum yfirleitt til mínus. Og NPN skynjari, þegar hann normally open, þá á að vera lág spenna yfir hann þegar hann skynjar hlut, þegar hann verður virkur sem sagt, þegar transistorinn tengir, þá skamhleypir hann í rauninni tenginguna hérna, neðri enda álagsins niður í mínus. Þannig þá mælum við eiginlega nálast 0 volta spennu. Það svolítið annað ef að
við erum með, ef við værum með ASI-skynjara þá verður spennan ekki svona lág. Við sjáum munin á því. Og svo að þegar við erum með PNP-skynjaran þá tengir hann frá plus og þegar normally open þá fáum við spennuna yfir álagið sem tengist niður í mínus þegar hann verður virkur og svo er það bara öfugt ef hann er normally closed að þá rýfur hann strauminn þegar hann verður virkur og þá náttúrulega mælum við ekki spennuna yfir álagið. Svo að við höfum eftir að skoða þetta í æfingaprófum. Þannig að myndin af þessu lítur þá svona út, PNP-skynjarinn hérna sem að tengist frá plus, tengir strauminn niður á álagið. Til dæmis ef það er normally open þegar hann verður virkur, þá kemur spenna á álagið í rásinni sem tengist í mínus. Og þetta mælum við svona, tökum spennumælingur yfir álagið, spennumælingu yfir transistorinn og strauminn í rásinni. Og lítum aðeins þá á töfluna hérna, við byrjum á PNP-mælingu hérna. Þegar að skynjarinn er af, þá er öll spennan yfir skynjarann, eðlilega, því að hann hefur miklu meira viðnám heldur en álagið. 0,1 volt mælist yfir álagið, það er eðlilegt, það er engin straumur. Og síðan þegar hann verður virkur, þá tengir hann strauminn í gegnum sig, verður mjög lág spenna yfir hann, skynjari á, dettur niður í 2 volt og spennan yfir álagið verður 20,7 volt hérna og þá mælum við strauminn þegar hann virkur 5,5 mA. Og hámarksstraumurinn fyrir þennan skynjara er 200 mA, þannig að þetta er langt innan við það. Síðan sjáum við hérna NPN skynjaran að þá mælum við spennuna út á merkið til mínus yfir transistorinn og þegar hann skynjar ekki hlut, við erum með normally open skynjara hérna, kemur reyndar ekki fram í mælingunni en hér hefðu geta skráð rýmd og síðan normally open og líka síðan span hérna fyrir neðan og normally open. Það skiptir máli og þegar skynjarinn er af þá náttúrulega mælist öll spenna yfir skynjarann eðlilega og ekkert spennufall yfir álagið og það er líka straumur er líka 0 þá en við sýnum það ekki hérna. Þegar við skynjum þá er lágt spennufall yfir skynjarann 1,4 volt en öll spenna nánast fer yfir álagið 22,9 volt sem mælist hérna uppi álag. Og þá er straumurinn 8,8 ampere. Nei, 8,8 volt. Nei, fyrirgefðu 8,8 milliampere, ætlaði að segja. Straumurinn. Og það í spanskynjaranum þar eru við með 400 milliampere hámarksstraum. Síðan áðan þá vorum við líka, af því við vorum með rýmdarskynjara og spanskynjara, þá vorum við að leika okkur með því að athuga með fjarlægðina. Að þegar við erum með járn, þá erum við með 15 mm skynjunarfjarlægð og þetta er rýmdarskynjari og mjög svipað með kopar og ál og tré þurftum að koma með svolítið nær skynjaranum því að það er rauninni vatnið sem hefur mest áhrif við rýmdarskynjaran og síðan sjáum við meiri mun þegar spanskynjari með járnið þá skynjaði það járn, spanskynjarinn skynjaði járn úr svona 14 mm fjarlægð en við þurftum að koma alveg næst að skynjaranum með koparinn eða eirinn 5 mm álið ekki alveg eins nálægt 7 mm og svo náttúrulega skynjarann ekki tréð, spanskynjarinn, því að það er engir hvirfilstraumar sem að myndast í trénu. En í öllu efni sem að leiðir straum, ál, eir, járn, málmar, málmblöndur, aðrar,
það er það sem spanskynjarinn skynjar. Og síðan var það síðast í þessari skýrslu ljósskynjari. Þar vorum við sem sagt bæði að mæla straumtökuna. Þessi skynjari, hann gefur mjög lítið straum gegnum sig og við mældum hann ekki, hann er svo lítill, en við mældum bara spennufallið yfir hann. Þegar hann er af, þá er bara öll spennugjafarspennan yfir hann, 23,3 volt, og hann er normally open sem sagt, og þá er náttúrulega spennan yfir álagið er 0 volt, og þegar hann fær endurkast sem sagt ljósneminn, að þá verður 5 volta spenna yfir hann, en yfir álagið er 17,9 volt. Hámarksstraumur í þessum skynjara er 100 milliampere, þetta er mjög lítið. Svo að fyrir svona skynjara þá sem að gefur lítinn straum frá sér, þá þarf stundum að útbúa sérstaka mögnunarrás og sú rás er sem sagt sýnd hér. Og hér erum við sem sagt með ljósnemann. Hann gefur þennan litla straum hérna inn á Darlington tengingu hérna. Það er 2 transistorar í þessari tengingu hér sem kölluð Darlington tenging. Mikil straummögnun í rásinni og sem að dregur straum í gegnum spólu í seguliða. En ég sé hérna að transistorarnir eru í stór hættu. Það er ekki búið að klára myndina. Hvað vantar inn á myndina? Myndin er ekki alveg full kláruð. Er díónan uppi? Já, það glemdist að tengja díóna. Takk fyrir að fá að nota þessu skýrslu, því að annars hefðu við ekki tekið eftir þessu. Ef að díón hefur verið frátengt hérna, þá eru transistorarnir í hættu. Þeir geta fengið spanpúls frá spólunni. Þegar við lokumst snögglega fyrir straumin í gegnum spóluna, þá myndar hann plús hérna, sem að vefur hérna inn á transistoruna, getur skemmt bæði transistoruna hér og skynjarann. Þannig að hún væri annars þá fyrst og fremst til þess að verja transistoruna fyrir spanpúlsum frá spólunni. Ok, annars er þetta í lagi. Og svo hérna, þannig að þetta er svona prófunarás. En síðan var verið að athuga með fjarlægðina frá mismunandi litum, og við sjáum það að hvítur er svona í það byrð 10 cm, 11 cm fjarlægð, skynjun er fjarlægð, og rauður, hann endurkastar vel, 15 cm fjarlægð, blár hefur mælst hérna 6 cm fjarlægð, og spegill gefur okkur 10 cm fjarlægð, kannski verið svolítið lélegur spegill, en glittuga, það hefur mælst alveg upp í 1 metra hjá okkur, en hér hefur mælst tæplega 60 cm. Þannig að það getur skipt máli að vera með gott endurkast. Því að þessi skynjari, hann sendi frá sér sem sagt í sama hólki og tók við endurkasti. Þannig að það þarf að stilla svona skynjara mjög nákvæmlega. En þessi skýrsla er þá komin hjá okkur. Við erum búin að fara sérst yfir nándaskynjara fyrir riðspennu og ef ég teikna þessa íhluti að þið bara tengið upp myndina, þetta klárað að tengja saman, kannski endarnir eru merktir á þessum íhlutum og svo við raðtengjum sem sagt skynjaran við segulspólu. Klárum teikninguna þannig. Síðan varðandi skermaða eða óskermaða, já, við höfum eftir aðeins að skoða það. Skermaðir skynjarar, þeir eru þá með málmumgerð alveg út á endan og þá nær segulsviðið eða rafsviðið ekki eins langt hérna út fyrir. Þá þarf að koma með hlutin aðeins nær við skermaða skynjara til þess að skynji hlutina og
svo hann verði virkur. En óskermaði, hann, ef við skoðum hérna spanskynjarann, þá nær segulsviðið svolítið hérna út fyrir, svo að hann fær lengra svið hérna fyrir framan sig. Þannig að við þurfum ekki að koma eins nálægt að með hlut eins og járn eða eitthvað slíkt til þess að skynjarinn skynji hlutinn. Þetta er munurinn á skermuðum og óskermuðum skynjara, og skermaður skynjari, hann má hérna festast alveg í festistykki sem að leiðir málm, alveg út við endan á honum sem sagt. Hann má vera alveg sléttur við festistykkið, þessi skermaði, en óskermaði, hann verður að hafa ákveðið pláss. Skulum sjá að það sjáist ekki hérna á mynd, já. Hérna er skermaður skynjari, hann má festast alveg svona, þannig að hann er alveg slétt við festistykkið, til dæmis úr leiðandi efni. Allt í lagi með skermaðan svona, en óskermaður, hann myndi ekki vinna eins vel. Fyrir óskermaðan þá þarf hann að fá svolítið pláss, svo að til dæmis segulsviðið náði hérna út fyrir brúnina á honum. Þannig þarf hann að vera. Og þá vinnur hann vel. Hvernig myndi maður ekki bara alltaf vera með þennan skermaða? Vegna þess að óskermaði, hann nær að grípa, að skynja hlut úr meiri fjarlægð. Af því að sviðið er meira. Hann nær lengra hérna fram fyrir hann. Það er ástæðan. Hann nær að skynja meira fyrir fram á sig, meira svið. Ok, þá er það við, já, við erum búin að fara í það, óskermaður og skermaður. Til hvers er í mín lágmarksstraumurinn við AC-skynjarann? Við nefndum það, að það er til þess að halda skynjaranrásinni virkri, þó að skynjarinn sé ekki að gefa straum á fullu fyrir ef hann er sem sagt óvirkur, er ekki að skynja hlut til dæmis normally open. Þegar hann er ekki að skynja hlut, þá er alltaf þessi mín straumur í gangi, þannig að skynjunarrásin er virk allan tíman. Svo erum við búin að skoða munin á spanskynjara og rýmdarskynjara, en sem sagt aðeins varðandi rýmdarskynjarana, að þeir sem sagt skynja efni sem að eru þá með ákveðinni rafsvörun, og vatni hefur mesta áhrif. Þið sjáum næmnistuðlinn þar fyrir vatn er 1, en öll efni þar fyrir eru með lægri næmnistuðl. Og við sjáum eins og hérna þurrt timbur, það er með 0,2 til 0,6, og eins og hérna með olíuna, að hún er með næmnistuðlinn 0,2 og plexigler hefur næmnistuðlinn 0,3, og þetta er ástæðan fyrir því að við getum ekki skynjað olíu í gegnum plexigler eða gler. Glerið hefur hérna líka 0,3, hærri næmnistuðl heldur en olía. En við getum hins vegar skynjað vatn í gegnum gler eða plexigler, því að vatni hefur miklu meiri áhrif heldur en glerið eða plexiglerið. Og hér er sem sagt síðan svona formúla sem hægt er að nota til þess að hérna áætla vinnslu fjarlægðina, eða að hérna hún er háð skynjunarfjarlægð skynjarans og næmnistuðli viðkomandi efnis. Þannig að það er hægt að reikna þetta það bil út. Ég nú ekki kannski núna að leggja miklu áherslu á þetta. Við höfum ekki farið inn einn svona dæmi. Og þá er svona skoða hvað við eigum eftir að fara í gegnum meira. Spanskynjar og rýmdarskynjar, já, búin að fara í gegnum það. Hvers konar efnisskynjar spanskynjarinn, við erum búin að nefna það. Það er eir, ál og járn. Hann hérna skynjar járnið. Við þurfum að koma með eir næst skynjaranum, síðan álið skynjar hann úr aðeins meiri fjarlægð og járnið skynjar hann úr mestri fjarlægð af þessum þremur efnum.
og síðan eru til skynjarar með 3 spólum og þannig skynjarar skynja þessi efni, eir, ál og járn, úr nákvæmlega sömu fjarlægð. Og þetta er bara ákveðin tækni sem að þeir hafa verið að nota. Þannig að þið vitið af því að það er hægt að fá skynjara sem að skynja öll þessi efni, mismunandi málma, úr nákvæmlega sömu fjarlægð. Getur verið þægilegt ef maður er að framleiða með mismunandi efnum að þurfa ekki að stilla skynjaran eitthvað í mismunandi fjarlægð. Þvermál skynjara hefur áhrif á skynjunarfjarlægð, sem meira þvermál sem hann hefur, þeim lengra getur hann skynjað frá sér. Og rýmdarskynjarar, þeir eru stillanlegir, þess að það er skrúfa aftan á skynjaranum sem að er til þess að stilla næmnina. Skulum sjá, hún er sýnt hérna. Hérna stillum við næmni skynjarans, rýmdarskynjarans. Ok. Og já, og hérna er ég búinn að fara yfir þetta alveg nýlega að þeir rýmdarskynjarar skynja efni úr mismunandi fjarlægð, fer eftir næmnisstuðlunum. Vatn hefur mest áhrif 1, en önnur efni hafa lægri stuðul, til dæmis gler 0,3 og olía 0,2. Já. Ef við værum með rýmdarskynjara og ég myndi setja hann í olíubrunn hjá mér og ég myndi stilla hann á því að skynja vatn, það getur strax þegar að vera vatn. Það myndi alveg virka, sem sagt. Ég heyrði ekki spurninguna nákvæmlega, en hann myndi skynja vatnið, sem sagt, svo að þetta er alveg. Það var ekki að starfa að setja í pönnuna? Já, olíubunna. Já. Það myndi það ekki alltaf skynja olíuna? Nei. Ekki úr stillir á hann, hann sé ekki næmur fyrir olíunni. Það er eins og sýnir að vatn hefur 1 næmnistöðu sem er hærri en olían, þannig að hann getur skynjað vatni gegnum gler, olíu og allir hluti sem hefur minni næmnistöðu. Já. En það getur ekki skynjað olíu eða gleri gegnum vatn. Þannig að þá getur þú notað þetta til að finna, þú veist, Hvort að olían er orðin vatnsblönduð, til dæmis, já. Eða hvort vatn er farið að setjast einhvers staðar, já. Þetta er. Sem er hjá fyrir olíudælega. Já. Endilega prófa þetta. Síðan þetta erum við búin að fara yfir með normally open, normally closed og þá sjáum við þess að bara táknmyndin sýnir hvort það er normally open eða normally closed og svo er það PNP skynjarinn, hann tengist frá plus en NPN skynjarinn tengir neðri enda álagsins niður í mínus. Þetta er nú aðalega það og síðan er ljósskynjarinn að við erum oftast með þá ljósnema sem að þeir annarkvort senda að sitt hvorum staðnum er sem sagt ljósskynjari annars vegar og ljósnemi á hinum staðnum eða þá að þeir fá endurkast inn í sama hólkin. Svo að þessi skynjar sem við vorum með var PNP og við teiknuðum einmitt upp magnarrás til þess að prófa hann. Nú, eitthvað fleira, þá erum við eiginlega komin að næsta verkefni. Þá skoðum við þetta að í verkefni 3, þar vorum við með, verkefni 3, þar vorum við að útbúa mismunandi tengingar, crossover kabal og regular kabal og við vorum að nota saman, tengja saman 2 tölvur með crossover og notuðum switch þegar við vorum með regular og tengdum saman 2 tölvur allavega núna og í þessari tengingu hérna bus, það er yfirleitt alltaf bus tenging alls staðar nema að mér
skilst það sé hugsanlega hægt að forrita einhvern veginn öðruvísi bland af þessum tengingum. En allavega bus er ráðandi í dag. Þannig að við skulum skoða hérna hvernig við vorum að búa til crossover-kapal. Jú, það var hérna, við vorum að tengja, sem sagt, á sittkorum endanum var sem sagt, mismunandi tenging, sem sagt A staðallinn var á öðrum endanum og B staðallinn var tengdur upp á hinum endanum. Þannig náðum við að útbúa crossover kapal og þá er hægt að tengja saman sem sagt tvær tölvur með hérna, gömlum netkortum því að þá sendir maður inn á móttöku á hinni tölvunni og þá geta þær náð að hafa samband sín á milli með einum kapli, crossover kapli. En ef við erum með switch þá hérna höfum við sem sagt sama enda útfærslu, bara B staðalinn í báðum endum, þannig að hérna þá erum við konum með regular kapal og þá tengjum við saman gegnum switch eða hub og þannig að hérna við getum samnýtt síðan prentara með því að skilgreina hann sem samnýttan við eina tölvu og sem sagt að þegar við vorum að reyna að tengja saman hérna 3 tölvur þá var reyndar á þessari önn þá hérna var ein vélin biluð og það var reynt að tengja saman 2 vélar og þannig að það var sett inn sem sagt mismunandi IP-tala á sitt hvora vélina og síðan hérna var sem sagt hægt að lýsa því hvernig við getum samnýtt prentara. Hann er þá í rauninni tengdur með USB við aðra tölvuna og merktur sem samnýttur á þeirri tölvu. Og sem sagt við erum með bus tengingu þegar við erum með switch og við hérna útbúum þá í rauninni innra net má segja eða við setjum hverja tölvu með sína sérstöku IP-tölu þannig að þær ná þá að skynja hver aðra. Og almennt er bus notaður sem aðferð við tengingar út allt og hérna það sem að kom upp varðandi hérna, tengingu á milli vélanna var það að önnur vélin var með eldvegg sem að ekki var hægt að komast almennilega framhjá til að samnýta gögn á milli vélanna. En allavega við æfðum okkur á því að skipta enda á svona leiðslu og sem sagt heitir á ensku sharing eða sharing og security sá þáttur sem er að samnýta búnað eins og prentara. Ok, þetta er aðalega það sem við fórum í varðandi verkefni 3. Þess að í verkefni 4 þá vorum við með stöðuskynjara og það var til dæmis skynjari sem að var með snúning frá 0 til 350 gráður og þar vorum við með stillanlegt viðnám, nákvæmt viðnám og það
gaf út sem sagt ákveðna straummerki við ákveðna stöðu 4-20 mA sem að var á þessu sviði frá 0 til 350 gráður. Þannig að smá hluti af sviðinu var ekki með. En þetta er rásinn, það er tengt í gegnum straummæli og í gegnum sem sagt stöðunemann sem að stjórnar í straumnum í gegnum rásina og við getum mælt líka spennumerki ef við erum með viðnám á ákveðinni stærð, til dæmis hérna ef við erum með 50 ohma viðnám, þá getum við verið með spennumerki 0,2 volt til 1 volt. Og hér er hins vegar táknmynd ekki af viðnámi, heldur hvað sýnir þetta tákn okkur? Hvað táknar þetta tákn? Hvað heitir þetta tákn? Já, í grunninn er þetta bræðivar, en þannig að það hefur gleymst að hafa hérna meira próf í paint og láta hérna kassan vera yfir. Nei, já, við erum að taka meira prófið í paint, þá hérna á að hylja sem sagt línuna í gegnum kassan. Ok, þá er það komið og síðan er, ef við værum með 250 ohma mótstöðu hérna í rásinni, þá gætum við verið með merki sem er 1-5 volt til dæmis fyrir Arduino ingang, sem getur verið sniðugt ef við erum einhverstaðar með straummerki 4-20 mA annarkvort þá þrýstinema eða einhverjum stöðunema. Ok, síðan er sýnt hérna hvernig við getum verið með auka spennugjafa ef að við erum með allt og mikið álag á spennugjafa viðkomandi tækis, eins og til dæmis hraðastýringar hérna, eða tíðnibreytis. Og þá er frátengt hérna frá spennugjafa þess tækis og við tengjum auka spennugjafan þannig að mínusin á honum tengist í sem sagt mínus common á hraðastýringunni, en við tengjum hérna þá strauminn frá auka spennugjafanum gegnum stöðunemann í staðinn, fer inn á sama ingang, því að við þurfum að hafa straumirásina hérna í gegnum inganginn og ingangsrásina á hraðastýringunni. Og hérna þessi íhlutur gefur frá sér í rauninni hann inn í tækinu, þá er viðnámi breytt yfir í straummerki, en þetta getur gefið sem sagt þessi skynjur sem var stillanlegt viðnám, hann gat gefið frá sér viðnámsmerkið sem sagt, spennumerki eða straummerki. Svo er aftur á móti komin hérna með annan skynjara sem að er í lyftu kerfinu okkar, og ef við förum hérna í það, þá höfum við hérna líklega, já, hér er sem sagt vír sem að tengist hérna, hann er að skynja lengd stöðunni á vírnum út frá skynjarann, og þá höfum við hérna sem sagt mismunandi útgangsmerki frá honum. Það er sem sagt viðnámsmerki, spennumerki, straummerki eða sem sagt serial tölvumerki. Svo að hérna hér heitir það AD converted, sem sagt analog yfir í digital með sem sagt umbreyti, synchronous serial output, sem sagt þetta serial merki. Svona serial merki, þetta er talað til dæmis eins og USB, það er serial tenging í rauninni. Og síðan vorum við að finna út hérna pöntunarkóða hérna, og eins og með lengd á vírnum sem að var hérna 3000, og þá var það 3 metrar, og 420A þýddi 4-20 mA og svo framvegis.
Þannig að slítum aðeins aftur á skýrsluna þá og þá höfum við hérna sem sagt að þessi útmerki og hér sem sagt merkið, það voru sem sagt mælisviðið voru 3 metrar hérna og 4-20 milliampere 2 víra og L10 stóð fyrir hámarksskekkju skynjarans sem var 0,1%. Og svo seinni hlutin af þessu verkefni var hitaskynjara og þá erum við í rauninni að tengja frá R-breyti, þá er þetta orðið að R-breyti og við getum verið að nota sömu myndina því að þetta er alveg eins tengt upp og þá eins hérna, þá getum við hérna breyttist yfir í spennumerki en hér höfum við mynd þar sem er sýnt tenging við PT100 hitanema og R-breytirinn sendir þá straummerkið í gegnum sig inn á inngangseiningu á iðntölvu og með þessum straummæli hérna þá getum við mælt þann straum sem að R-breytirinn er að senda frá sér sem sagt 4-20 milliampere straum. Staðlað straummerki en PT100 neminn hann gefur rauninni frá sér viðnámsmerki sem að er breytt með R-breytinum í straummerki. Og sá skynjar sem við vorum að nota var með K-hita rafaka og þar vorum við með möguleika í forritinu. Það voru 13 mismunandi gerðir af hitarafökum sem voru með þar. Sviðið var 0-100 gráður og síðan fengum við línuritt af þessu og hér sjáum við vorum við með svona 15 milliampera straum og stiltum kvörfunartæki á 70 gráður og það voru einhverjar kannski svona 2 gráðu munur á kvörfunartækinu og merkinu sem við fengum inn frá R-breytinum. Þegar við tengdum sem sagt forritunartæki við skynjaran eða við R-breytin að þá var hérna straumurinn sem að mældist þar var bara rétt 2 milliampere. Það er náttúrulega fyrir utan sviðið og hérna það er í einhverjum tilfellum sem við náum að láta hérna straummælinn sýna þetta en spennugjafinn í forritunartækinu er ekki nægilega öflugur til þess að fá straummerkið að sama og forrit er að sýna. Heldur þá erum við ofta bara að mæla þann straum sem er í gangi út af samskiptum milli PC-tölvunar sem sagt USB-tengisins eða ekki það reyndar heldur þetta er straumurinn sem er varðandi hard protocol samskiptin í R-breytinum sjálfum og það getum við skoðað hérna að þegar við erum með R-breytin í sambandi þá erum við með hérna forritunartæki hérna í sambandi við tölvuna. Þannig í rauninni erum við ekki að mæla neitt straum hérna í USB-tengingunni heldur frá þessu programming unit hérna og út í R-breytin. Þannig að það var rauninni bara sá straumur sem var mældur. En ef við erum tengt við inntölvu þá væri spennugjafinn það öflugur og þá verðum við að nota aðrar leiðslur, gula og græna, til þess að fá upplýsingar gegnum forritunartækið og þá gætum við mælt þann straum sem að væri á ferðinni frá R-breytinum. En annars er R-breytirinn, hann lítur svona út, getum tengt sem sagt hitarafaka
13 mismunandi gerðir. Þau voru með K-hitarafagan, tengist hérna milli 4 og 5 og hér leiðrétting við köldutenginguna. Hún bara innbyggð inn í erjubreitin og það reyndar hægt að vera með leiðréttingu á öðrum stað og mæla þá bara hitastigið þar og þá hérna getum við notað skynjara sem nær ekki alla leiðina að erjubreitinum þar sem að kaldatengingin þá færð á annan stað. En hér höfum við svona megin þættina hérna í þessu. Við vorum í rauninni að mæla í gegnum þetta communication port, samskiptin milli forritunartækisins og erjubreitisins. Þannig að öll samskiptin fari gegnum það og HART protokoll sem notaður við þetta hérna að hafa samband við erjubreitin og þá upplýsingar hvaða skynjari í sambandi við erjubreitin og þá fylgja með allar upplýsingar línuleika og við setjum inn náttúrulega hitasvið og annað slíkt þannig að erjubreitin viti hvaða straum hann á að senda í gegnum útgangsrásina svo að við fáum upplýsingar hitastigið sem á skynjaranum. Og hér erum við með ýmis hugtök eins og AD-breytu, hún breytir analógmerki, spennuða straum yfir í digital, yfir í tölugildi fyrir örgjörvan og síðan sendum við digital yfir í analóg, sendum tölugildi og því breytt yfir í straummerki hérna eða spennumerki fyrir transistorin sem hérna. Þannig að digital analóg, að þið kannist við það hugtak líka. Hvað gerir það? Breyta úr tölugildi yfir í spennu eða straummerki. Hliðrænt merki, stafrænu merki yfir í hliðrænt merki. Og hérna við getum líka verið með mismunandi tengingar við erjubreitin. Það 2 víra, 3 víra eða 4 víra tengingu á PT100 aðalega með. Svo til líka önnur gerð sem heitir NI100 við erjubreitin. Og þá það tengt hérna inn á tengingar 3, 4, 5 og 6. Og við sjáum hérna alltaf tekið inn 4 milliampera straumur fyrir innri rásir erjubreitisins. Það í rauninni lágmarks straumurinn sem að erjubreitin alltaf að taka vegna þess að straummerkið náttúrulega frá 4 milliamperum upp í 20. Þannig að lágmarks straumurinn alltaf tekinn hérna með þessu græju hérna, straumtaka hérna 4 milliamper. Ef þetta dettur úr sambandi þá hægt að skynja það með inntölubúnaðinum og gefa viðvörun. Þannig að þess vegna mjög mikilvægt að sé alltaf að taka allavega lágmarksstrauminn. Ok, þetta var skýrslu 4 og við höfum ennþá smá tíma eftir. Þannig að hérna verkefni 5, þar vorum við með brunaviðvörunarkerfi, við vorum með við vorum að mæla og að gera prófanir í vistfangsstöð, en það eru í gangi ennþá rásaskiptarstöðvar og þyrfti eiginlega að vera með PDF-skjá. Hér höfum við rásaskiptastöð, gæti verið 4 hæða blokk. Munurinn á þessu og vistfangsstöð það að í rásaskiptastöð þá vitum við í hvaða rás eldur eða bilun en við vitum ekki hvaða skynjari að gefa boð. Við vitum bara rásina. Því að það hérna straumur í gegnum alla rásina og svo stoppast það í einhverjum skynjara hérna. Eða þá að hann gefur miklu meiri straum.
það oft líka þannig. Og þá þurfum við að fara á viðkomandi hæð, ef að til dæmis hver rás væri fyrir hverja hæð í stóri byggingu, og leita að viðkomandi skynjara sem að gefa merkið. En í þessari vistfangsstöð, þar getum við verið með hvern og einn skynjara nákvæmlega skilgreindan á ákveðnum stað, í ákveðnum herbergi, þannig að það kemur þá fram í texta á stöðinni. Og þannig að þetta er þá líka þannig að ef að verður bilun í þessu kerfi, þá eru svokallaðir skammhlaups einangrunarbotnar sem að samkvæmt reglugerð þurfa að vera á hverjum 20. skynjara, milli 20 skynjara þarf að vera skammhlaups einangrunarbotn, og hann í rauninni virkar þannig að ef að verður skammhlaup öðrum megin við hann, að þá verður sá hluti með hátt viðnám, svo að stöðin nær að lesa alla skynjara sem eru í lagi að skammhlaups einangrunarbotninum. Og sitt hvora megin frá stöðinni, þá er þetta að lesa sitt hvora megin að biluninni. Þannig að kerfið dettur ekki allt út, heldur bara ákveðin partur af kerfinu. Svo er það fleira hérna í þessu, skulum sjá. Ekki verður það heilir 20 skynjarar sem eru óleysanlegir. Já, það gæti dottið þannig út, já. En það er betra heldur en að allt kerfi færið út. Sem sagt, jóníski skynjarar, þeir eru rauninni, dottnir út, bannaðir, vegna geislavirks sýnis sem hefur verið notað í þeim. Nú, optískir skynjarar, ljóstækniskynjarar, þeir eru ennþá náttúrulega í fullu fjöri, og síðan eru hitaskynjarar, það er fasthitastigsskynjari sem að skynjar þá hitastig við ákveðið mark, og það er í gang til dæmis við 90 gráður eða eitthvað slíkt. En svo er til hitastigulskynjari, sem sagt ef að hitastigið er að breytast rosalega hratt, þá gefur hann merki. Og svo er loftstokkarskynjarinn, hann er í rauninni með optískan skynjara inn í boxi, en svo er sýnishorn af reiknum það er tekið í gegnum lítinn kassa. Og svo er bara síuskynjari, og það er í rauninni líka optískur skynjari. Svo að þið skoðið vel verkefnið, hvar svona skynjarar eru staðsettir, og það var ágætlega útlýst útskýrt í bókinni, möppunni, og síðan vorum við að prófa með sérstöku úðara, og það er líka hægt að prófa með segli, til dæmis hitaskynjarana, þannig að við þurfum ekki að hita endilega, en náttúrulega optísku skynjarar eru prófaðir þá með þessum úða eða svona gervi rauk. Og svo er eitt atriði varðandi bjöllurnar eða útgangseiningar til dæmis, að það er verið að vakta það með enda viðnámið, og það er sendur straumur í gegnum rásina, og þá höfum við mynd hér, þar sem að í síðasta skynjaranum, eða síðustu bjöllulögninni, þar er endaviðnám, þannig að það er sendur straumur í gegnum bjöllulögnina, og í síðustu bjöllunni þar er endaviðnámið, þannig að sem að í rauninni stillir af þennan blæði straum sem fer í gegnum allar bjöllurnar, getur verið hérna á milli, og ef bjallan er tekin úr einhvers staðar á leiðinni, þá hættir þessi straumur, þá fáum við viðvörun í stöðina. Og þannig vaktar stöðin bjöllulögnina,
Og hér er einmitt skammhlaupseinangrunarbátninn. Þið eru með þessa glærur þannig að þið getur farið í gegnum þetta, rifið þetta upp rétt fyrir próf. Og sem sagt, það eiga að vera milli hverja 20 skynjara, þarf að vera skammhlaupseinangrar og það er líka með stýrieininga og handboða. Og ef að skammhlaup kemur upp í slaufu þá rjúfa einangrarar sitt hvoru megin við skammhlaupið til að slaufan fari ekki öll út og stöðlýs lesi síðan skynjara, sem sagt handboða eða einingar frá báðum endum. Þannig virkar þetta. Og svona lítur þessi skammhlaupseinangrunarbrotn út. Þá held ég að við séum búin að fara í gegnum allt varðandi skýrslu 5 og þeir eru með aðgang að þessu æfingaprófi undir efni og hérna eru þessi atriði sem ég hef búin að fara í morgun. Hér eru við með nándaskynjara, við erum með NPN nándaskynjara hérna, já, og við sjáum hvort hann er normally closed eða normally open á táknmyndinni hérna. Og hvaða spenna mælist milli mínus og merkis þegar að skynjarinn skynjar hlut, að þá tengir hann hérna á milli, þannig að það er mælum frá mínus og í merkið hérna. Og er það 0? Já, þá ættum við að mæla 0 volt spennu. Og sem sagt, ef að þetta er tekið á blaði þá ættum við að hérna búið til línur hérna á milli. Ef að þetta verður tekið sem sagt að rafrænt þá ættum við bara að merkja saman eða hvaða lausn væri í því að tengja þetta upp. Það væri merkt saman. Ég myndi ekki alveg fatta hvernig maður tengir þetta. Er það þá bara... Það bara að raðtengja saman sem sagt spóluna við skynjarann. Skynjarinn er bara eins og rofi sko. Já, já, þá er þetta bara í hring. L1 getur verið 2, já, alveg rétt. 1 í A1, já. Og svo bara A2 í 0. A2 í 0, já, já, það er ekki flókið. Svo að hérna, þá erum við með þetta hérna, sko. Þannig að, svo höfum við hérna, hvaða spennum að búast yfir skynjarann þegar hann skynjar hlut, sko, af því að hann er normally closed. Væri þá þessi þarna 0, eitthvað, eða þú svona smá, svona lítið spenna í gegnum? Sko, hann er normally closed. Þannig að það þýðir það að hann verður hátt viðnám þegar hann skynjar hlut, þess að hann hættir að leiða. Þá er spurt sko, hvað má búast við hárri spennu yfir skynjarann. Og sérðu, þá hérna, þá verður spennan svipað á 230 volta spennugjafa spennan, skiljum. Þá rífur hann, þá er þann meira viðnám heldur en í spólunni. Og svo er þetta hérna eins og atriði hérna varðandi hlutverk í mínstraumsins. Það er hérna lágmarksstraumurinn til þess að halda skynjarinn á sinni virkri. Og næmni rýmdarskynjar er breytt með skrúfu aftan á skynjaranum. Spanskynjaran, hann skynjar efni sem að leiða rafstraum eins og ál, eir og járn. Og svo hérna varðandi stöðuskynjarana, hvernig við að tengja upp þessa stöðuskynjara. Með straummæli og breytinum og inngangur á einhverri einingu hérna. Hér höfum við sem sagt straumrás fyrir staðlað straummerki. Hvernig við að tengja þetta? Það er ekki bara plúsinn í mæli? Já, plús getur farið hérna inn á 200 mA tengingu hér, já. Mælinum í 1 eða eitthvað? Mælir yfir í 1, já. Og svo úr þessum þarna fyrstinum í EN+. Já. Og
Og svo bara enn einn í mínus. Og enn einn í mínus, já, allt saman raðtengt, alveg rétt, þetta er bara allt hreinlega raðtengt. Passið ykkur á því að þetta er tengt svona, nei, það er teiknað hlið við hlið, að hliðtengi þetta ekki allt saman í fljótættum. Þá myndi í rauninni bara ampermælirinn skamhleypa spenningjáfanum, eins og eðlilegt. Já, það er náttúrulega óeðlilegt að gera það. Já. Síðan er spurt hérna, hvað þarf spennugjafinn að gefa að lágmarki háaspennu til þess að rásinn skili stöðluðu straummerki ef viðnámið er 457 ohm í rásinni. Og það er raunni, hún þarf að geta skilað 20 mA straum, þannig að þá þurfum við í rauninni bara margfalda viðnámið hérna og þessi 20 mA, þá er ákveðið spennufall yfir þetta og þannig að spennugjafinn verður... 2 sinnum 400 og 57. Já, jú. Við þurfum að margfalda strauminn og viðnámið í rásinni til þess að algjört lágmark og jafnvel aðeins hærri spenna sem við þurfum til þess að knýja strauminn þarna í gegn, sko. Þannig að hér erum við með þetta og þá margfalduð saman og þetta var bara eitthvað annað viðnám kannski og þetta er þá algjört lágmark sem við þurfum til þess að knýja þennan 20 mA straum í gegnum rásina. Akkurat. Og þannig að síðan er þetta bara varðandi straummerkið, hvað myndið þið gefa? Þetta er nú góð spurning. Já, mjög einföld spurning. Þetta er mjög góð spurning. Hvað er spennumerkið í þessu táknmyndum hérna og hvað er straummerkið? Það er ekkert augljósara heldur en að tengja þetta svona saman. Og síðan í miðjunni, þetta kílóóma viðnám hérna, það gefur þess að þá 500 ohm í miðju, 10 volta spennuverki gefur 5 volt og 12 mA eru hérna í miðjunni á 4-20 mA straummerkinu. Akkurat. Og svo varðandi nettengingarnar að þið farið í gegnum þetta eruð með á undir efni. Ég ætla ekki að tæfja tíman í þessu en svo er hérna eitthvað sem þið getið reiknað út eftir ykkur í ef að þessi spurning kemur því að það er náttúrulega það er allt efni áfangast náttúrulega undir í þessu prófi, sérstaklega þegar þetta er svona rafrænt. Getum við farið í útreikningarna kannski í næsta tíma á þessu? Já, við tökum útreikninga í næsta tíma. Gerum það. Og svo er bara sannleikartafla ákveðin hliðs hérna og virkni þessar rásar í C2 og það er allt svörin við því hérna, hér aftur brunaviðvörunarkerfið, sem sagt mismunandi stöðvar og svo hefur við hérna mótorstýringu. Hvers konar mótorstýringu er þetta? Þetta er sem sagt mjúkrasir. Það eru 6 týrstórar í þessari rás og svo vorum við með í verkefni 16 hérna. Það var stýrð heilbylgjuafriðum sem við vorum með hérna. Þetta eru afriðsbrú þar sem við vorum með, hún er sem sagt hálf stýrð þessi brú því það eru 2 týristórar á móti 2 díóðum. En hins vegar er óstýrð afriðun fyrir affarsvafið, sem sagt COD. Þar erum við með 4 díóður og hvaða díóður gefa okkur strauminn á affarsvafið? Það eru 4 díóður.
Þannig að það D1, D2, D3 og D4. Það er heilbylgjuafriðun fyrir affallssvæðið C og D. Já. Til hvers eru þarna L2 og L3 spólurnar? Svona rás sem sagt veldur miklum truflunum, hátíðni truflunum og spólur er hátt viðnám fyrir hárri tíðni. Svo að eins og þéttirinn hérna, hann er rauninni til þess að skamhleypa hárri tíðni hérna á milli endana þannig að hún eyðist hérna í þessari síu, hátíðni síu og það sem að fer ekki hérna í gegnum þéttin þá L2 og L3 hindra það að hátíðnin sleppi hérna út á netið. Svo er bara hérna segurofi með spólu hér og yfiráðsvörn. Ok. Hvaða díóða er þessi hérna D5? Hvers konar díóða er þetta hérna? Hvað köllum við þessa díóða? Einhverjir? Hvað köllum við þessa díóðu hér? D5? Seinadíóða? Nei, þetta er ekki seinadíóða. Við erum hérna með afriðstýrða eða hálfstýrða heilbylgjuafriðun og við erum að stjórna straumnum hérna í gegnum snúðrásina og þá erum við með þessa díóðu til þess að í rauninni ekki við erum að nota hana til þess að leiða strauminn í gegnum rásina þegar að týristornir eru ekki að leiða og þá erum við að eyða segulorku snúðrásarinnar eða snúðvafana hérna í snúðnum. Þannig að við köllum þetta straumskiptidíóðu. Þetta er straumskiptidíóðan. Ok. Og sem sagt þessi spóla hérna L1 hún líka ver í rauninni þessa rás fyrir mjög hröðum straumbreytingum L1 spólan hérna í þessari rás. Hún takmarkar það að við fáum einhverja straumkippi í rásina sem að veru óskillegir. Segulvafið hérna C og D, það er þá, við höfum bara fasta segulmögnun, það er alltaf sama spennan þarna vegna þess að við erum með þessar 4 díóður, óstýrða heilbylgjuafriðun, D1, D2, D3 og D4, 4 díóður mynda bara brú til þess að afriða spennuna og fáum hérna jafnspennu yfir affallsvafið og þannig að það er bara allan tíman meðan að mótorinn er í gangi þá er alltaf sama spenna yfir affallsvafið, bara föst segulmögnun. Svo stjórnum við straumnum gegnum snúðrásina til þess að fá mismunandi hraða. Þannig virkar þetta. Og það er nokkuð línulegt samhengi eins og þeir voru búin að komast að milli spennunar og snúningshraðans á mótornum. Við aukum spennuna í skrefum og þá hækkar snúningshraðinn jafnt og þétt. Ok, þetta vorum við með og hér erum við með fleiri spurningar. Hér erum við með hvað kallast þessi rás. Við vorum ekki búin að fara í þennan hluta. Við tökum þetta þá í næsta tíma því að þessi tími er að vera búinn. Því að þetta hérna er heilstýrð 3 fasa brú. Það eru allir íhlutirnir stýranlegir, allt saman 6 týrstórar. Svo eru hérna með hálfstýrða 3 fasa brú og munurinn af þessu að hér eru við eingöngu með jákvæða spennu allan frá 0 til allt svið frá 0 til 180 gráður en hér erum við bara með frá 0 til 90 gráður erum við með jákvæða spennu út úr þessari brú.
síðan gætum við tekið við hemlunarafli frá 90 gráðum upp í 180 gráður tilbaka frá álaginu, eða ef að hérna væri rafaleit til dæmis. Svo sem sagt spennuforminn af þessu. Hér sem sagt hálfstýr þriggja-fasa brútur sem býr til þetta spennuform, og svo höfum við hérna ófullkomna þriggja-fasa afriðun í rás sem fyrir spennureglun á rafala. Þannig að þetta ófullkomin þriggja-fasa afriðun, og hér kraftrásin, og D7 náttúrulega straumskiptidíóðan hérna. Og hvað gerist, hvernig breytist kollíþórstraumurinn í transistor 1 ef raungildi spennun út af rafala hækkar, minnkar álagi á honum, hækkar spenna hérna, og það þýðir það að allar hinar spennunar hérna, og þar meðal U-base-emittispenna, lækkar, og það dregur úr kollíþórstraumnum. Þannig að IK, hann lækkar. Þannig þetta. Og þannig að við sjáum hérna að ef að álagi minnkar rafala, þá hækkar spennan út af honum, og ÖR6 rauninni inn í þessari rás eins og raungildi. Þannig að raungildi út af rafalanum hefur beint áhrif á spennuna yfir R6. Þannig að R6 rauninni raungildið á þessari rás. Og ef að hérna spennan hækkar, þá lækka allar hinnar, og U-base emitter hefur mest áhrif þar. Og nú ef að álagið á rafal eykst, þá myndi UR6 lækka, rauð ör niður, og þá hækka allar hinnar spennunar. U-base emittin hækkar, þannig að þá eykst straumurinn í transistornum, og þá myndum við fá meiri segulmagnastraum. Ok, þá erum við bara komin í gegnum þetta æfingapróf. Skoðum þetta betur á morgun. Var það ekki? Jú. Já.